Við ætlum núna að skoða hvernig er hægt að gera staplarit með mjög fljótlegum hætti í Excel. Hér erum við með gögn sem sýna ýmsar upplýsingar farþega Titanic þegar það skip fór í sína örlagafullu ferð. Og hér höfum við til dæmis eina breytu sem sýnir aldur farþegana. Og við viljum prófa að sýna aldursdreifinguna. Þannig að við veljum hérna allan dálkinn. Við getum valið svona sett með því að hoppa svona niður eða við getum hreinlega bara smellt á dálkaheitið. En svo förum við og förum hérna í insert borðan eða setja inn. Finnum hérna allar myndirnar og hér er hægt að velja statistic chart eða tölfræði myndir og við getum valið hérna histogram. Þá verður til svona stöplarit sem reiknast bara sjálfkrafa út frá gögnunum. Nú, við viljum kannski breyta aðeins hvernig þetta lítur út. Við viljum fara hérna og breyta titlinum og segja að þetta sé til dæmis aldurs dreifing farþega á Titanic og við myndum jafnvel vilja setja líka merkingar á ásana, þannig að við getum bættið hérna Access Titles. Hér höfum við tíðni og hér höfum við AX aldur. Okay. En nú er þessi bilskipting sem Excel stingur upp á kannski ekki alveg eins og við viljum hafa hana. Þannig að við getum smellt á Excel og hér getum við hægri smellt og valið Format Axis og þá opnast hérna valmynd til hægri. Hér höfum við ýmsa svona útlitsvalkosti, bæði með fötuna og fimmhyrninginn, þá getum við breytt útlitinu, en það sem er svona súluritak viljum við geta breytt útliti stöplaritsins okkar. Fyrst er stunguð upp á að nota sjálfvirka bilskiptingu, en við getum líka sett hérna bin width, haft það einhverja stærð sem við ákveðum. Þannig að ef við viljum til dæmis láta bilskiptinguna hlaupa á 10 árum, þá getum við skrifa bara 10 í bin width og þá breytist bilskiptingin þannig að hvert bil er yfir 10 ár. En við sjáum samt að bilskiptingin er sem sagt, þetta er ekki með þægilega tölur, þetta er 0,167, þetta er einhver eins mánaða örgla sem er minnsta gildið í safninu og við viljum ekki endilega nota þessar tölur þegar þetta er ekki mjög læsilegt eins og þetta er. Þannig að við getum þá stillt að hafa hérna underflow bin sem segir sem sagt að við viljum bara að fyrsta bilið endi bara í 10 árum. Við skrifa bara 10. Það þýðir þar raun og vera í fyrstu súluna eru allir farþegar sem eru 10 ára og yngri. Svo í næstu súlu er frá 10 og upp til og með 20. 10 telst með í fyrstu súlunni en ekki annari. Og þannig upp. Þannig að upp í elsta mælingin er 70 og eitthvað ára sem að lendir hérna í síðustu súlunni. Við getum líka núna bætt við ýmsu eins og til dæmis ef við viljum hafa merkingar á gögnunum, segja data labels að það sé komið hérna ofan á endana, þá fáum við nákvæmlega mælingarnar. Við sjáum að það voru 6 farþegar sem voru í elsta blokkinum, 86 sem voru í yngsta. Svona er þetta einfalt.